Ég reiðfaxi komin til þeirra Péturs og Heiðrúnar að Saurbæ, komið sæl og blessuð. Sæl og blessuð. Nú sumarið búið hjá ykkur eins og öðrum og hauststörf tekin við. Hvernig, Pétur, ef þú segir okkur hvernig var sumarið hjá okkur og hvað stendur upp úr fyrir ykkur í sumar? Sumarið var svo sem bara hefðbundið þannig. Við svo sem erum að sinna okkar búi, það heiskapur og alls konar og við höfum aðeins verið að keppa og svo erum við núna tekum við tamningar, drippum sem við erum búin að bæði rækta sjálf og tökum í tamningu. Já, sýndu kannski okkar fyrstu hrissu sem við ræktum saman í fyrstu velinu sumar, svona skemmtilegur áfangi. Já, undan hverju var hún? Og þetta Vita, Kagaróli og Vordísi frá Sjávarborg. Einmitt. Og eru þið svona, fyrsta hross úr ykkar sameiginlegu ræktun? Já. En það er náttúrulega samt sko rótgróin ræktun hér á bakvið? Já. Það var alltaf verið góður heiðstir hérna og svona. Og hvað stendur svona, hvað eru helstu ættmæður eða feður hér á bakvið? Er eitthvað sérstök lína eða er þetta bara sótt það sem er gott? Þetta er sótt allstað, mörgum stöðum. Við eigum til dæmis þessi hrissa Vordís frá Sjávarborg, hún er frá Jóni Geirmundssoni, frænda mínum. Og hún er hálfsystir Sprota frá Sjávarborg sem að Guðmundur Einarssonar heimsmeistari í skeiðgreinum. Svo eigum við alsystur hans, Venus frá Sjávarborg, hún er sjálf með 9,5 fyrir skeið. Og við eigum hrissu frá Bringu, Ljónslöpp heitir hún frá Bringu, Gusti frá Hóli. Við eigum Stóðhest sem er byggingadæmdur undan henni, með 844 sköpuleg. Þannig að svona... Svo kannski var svona þessari gömlu ræktun hér, það var hérna hrissa undan Huga Ástastöðum, hún er nú komin tvítugt og svona, og svo Krafti frá Bringu sem eru svona kannski koma frá pappa. Já, þessi Hugadóttir heitir Hending, hún er með 9 fyrir Taldabrokk og 9,5 fyrir Fegurri Reið til dæmis. Með 8,26 hann minni í aðalengun, hárhrissa. Þannig að þetta kemur svona... Þetta potast eitthvað. Potast eitthvað, hafið þið verið eitthvað, eru þið eitthvað endilega aðhliðarhross eða klárhross, eru þið eitthvað staðar með eitthvað stefnu í því að rækta aðhliðarhross frekar en klárhross eða öfugt? Nei, ekki kannski beint, það er svona, við erum að reyna svona rækta gott töl. Það er svona sjálfberandi reiðasta. Og svona sem að ef þeir fara ekki á toppinn að þeir séu þá allavega góðir reiðstar og þurfa ekki mikla aðstofu. Svona meðfærilegur og gott geðslag og svona, það er svona markmið. Já, bara hestur sem að nýtist í allt. Já, svo hvort það klárið alveg að það er alltaf góður hestur eða góður hestur. Já. Heiðrún, ef við förum kannski aðeins næst í, þú hefur verið í stjórn Félags hrossabænda. Já. Þið hafi verið að gera átak núna í þessum sumaræxismálum sem er frábært, til hamingju með það, og þú ert einn af þeim sem hefur verið að taka við hrossum í það verkefni og segir okkur aðeins frá því hvernig gengur það að fá hross í þetta verkefni. Það hefur gengið bara ótrúlega vel í rauninni sko. Við erum komin alveg langleiðina með þau hross sem við þurfum. Það eru svona í kringu 20 hross sem við erum svona búin að segja já við og þau þurfum náttúrulega að fara í gegnum dýralæknaskoðun og þannig það er svona næsti fasi sko og kannski eðlilegt að eitthvað detti úr og þá svona vitum við meira hvaða fjölda við þurfum. Eins eru einhver sem á eftir að prófa og svona og fara yfir en þetta er komið mjög vel á veg og við erum alveg bjartsýn á að við fáum þessa hesta sem okkur vantar í verkefni. Það þurfa að vera komnir hann á Keldur í lok nóvember og þá fyrir allt í gang. Þannig að viðtökurnar hafa bara verið góðar hjá fólki að hjálpa til við þetta og taka þátt. Já, ég myndi segja það, almennt þá. Og eru gerður miklar kröfur til þessa hesta? Bara þetta séu svona þægir og góðir, traustir hestar. Gangtegundilega séu þurfa þær ekki að vera, það er ekki að gera mikla kröfur þar, mega vera bara brokkarar eða lullgengir eða svoleiðis sko, en bara svona þeir geti nýst í reiðskóla. Þannig séu traustir og það er svona eiginlega númer 1, 2 og 3. Já. Þetta er náttúrulega ærið verkefni, þetta er náttúrulega bara sko eiginlega nauðsyn fyrir okkur að ná lendingu í þessum málum og er náttúrulega bara frábært að sjá fyrir endan á þessu. Já, þetta er algjör tímamót að þetta sé bara komið svona langt
og verður spennandi að sjá hvað kemur út úr þessari tilraun. Þeir telja sig vera komið með svona bóluefni sem þarf og svo það bara að sjá í raun hvernig það virkar og kannski þarf að gera svo einhverjar breytingar í kjölfarið en þetta mjög jákvætt og náttúrulega algjört grundvallaratriði bara fyrir velferð hesta og fyrir okkur að eiga séns í markaðssetningu við útlönd sko. Já. Frábært, þetta eru stórkostlega fréttir en nú förum kannski aðeins eins og Pétur kom inn áðan, það sumarstörfum lokið eðlilegum bústörfum og nú tamningar teknar við þannig að það náttúrulega, nú sjáum við aðeins hvað veturinn beri skautið sig, hvernig hægið þið takið núna frumtemjið og veljið svo úr því eða hvað? Já, við gerum það nú, við reynum að temja þetta núna svolítið og vel og svo veljum við úr svona það sem við höldum áfram með eftir áramótin þannig að það er svona já, það skýrist svona á hvað við höldum áfram með þessum ungurhrossum. Við erum ekki oft verið að sýna 4 vetra hrissur að stóðhesta en það kannski breytist í ár. Við hefum efnilega hrissur hérna, við hefum hrissur sem heitir Njóla frá Miðsitju sem er nú svona okkar aðalrækturinn hrissa. Blekkur frá Saurbæ stóðhestu sem við hefum með 848 í aðalengum undan henni og þetta er svona heillandi þessi hross frá Jóa heitnum Vakra og Sollu að það er þessi sjálfberandi eiginleiki Njóla er undan Keili frá Miðsitju og Hrafnsdóttur sem heit Ísold og þannig að það er svona við eigum alls systur þessa flex sem við erum að temja núna sem gengur bara mjög vel. Og sjáu þið þá ekki bara bjartsýn og sjáu þið ekki fram á landsmótssigur í þessum hópi? Já, segðu maður, hvað veit maður? Maður veit ekkert hvað framtíðin býr í skauti sér, þannig að það er bara gaman að rýna í þetta, reyna að gera eins betur. Já, það kemur allt í ljós, hesturinn verður bara að segja það til það. Það er alltaf vonin, hún er alltaf vonin, sko. Skemmtileg. Sérstaklega á haustin, allir voru svo bjartsýnir. En vetrarstarfið, þá eru þið takið inn trippin aftur og haldið svo áfram með eldri hross Já. og setið stefnu og kynbóta sín einhverja keppni bara í vetur og næsta vor og sumar. Svo erum við nú aðeins verið með reykjenslu hérna í Skagafirði og það er nú svona stefnan að halda kannski frumtalninganámskeið núna í haust svona. Það hefur nú ekki verið haldið hérna að prófa það, sjá hvað gerist og sem að ég ætla að vera með. Svo ýmis svona námskeið kannski yfir veturinn. Er ekki bara stemmingin þá í Skagafirði bara góð? Jú, ég held það sé mjög góð. Ég held það sko. Pétur og Heiðrún, það var gaman að koma hitt ykkur hérna að Saurbæ. Ég óska ykkur velgengni og takk fyrir spjallið. Takk sömuleiðis.